Sælverið, við heitum Steinar Óli og Hólmalogi og sjáumst hérna í besta lagi hestaferð síðastliðins sumars. Í dag ætlum við að taka fyrir áhugavert stærðfræðilegt módel sem leitast til við að útskýra samband fjölda rándýra og bráða í náttúrunni og kynna það fyrir ykkur. Inni í náttúrunni sjáum við oft fjölda dýra af tiltekinni tegund sveiflast til með tímanum. Og við getum tekið til dæmis fyrir íslensku rjúpuna og fálka, sem eru dýr sem virðast hvor öðru alltaf mjög hárð. Eitt ár eru rjúpur víða en næsta ár virðast þær nánast horfnar, en svo jafnar þetta sig allt út aftur. Oftast það vissulega vegna þess að reglum veiðitímabili breytt, en í fullkomnum heimi þar sem maðurinn á ekkert inngrip má líka ímynda sér að þessar tegundir finni alltaf jafnvægi með tímanum. Og í dag ætlum við að gefa okkur slíkt tilfelli sig að ræða. Þá gerist svolítið merkilegt. Þá sveiflast fjöldi þeirra í takt, alveg ótt og títt. En af hverju gerist þetta? Þegar nóg er af fæðu þá fjölgar rjúpunni og þegar rjúpunni fjölgar þá fær fálkinn nóg að borða fyrir vikið fjölgar honum líka. En þegar orðið er of mikið af fálkanum þá fækkar rjúpunni alveg á ljóshraða. Og þá svelta fálkarnir og þeim fækkar og fyrir vikið fjölgar rjúpunni aftur og hún nær sér aftur á strik. Og þannig myndast svona ákveðin hringrás, þar sem fjöldi bráðar og rándýra sveiflast fram og tilbaka án þess að annað hverfi eða taki alveg yfir. Við sjáum þetta hérna á grafi, þessa bylgjulaga sveiflu fjöldi bráðar fyrir fyrst og síðan fylgir rándýrið á eftir. Og þetta dæmi vistfræðilegt jafnvægi sem alltaf að leitast til við að jafna sig út. Hér eftir ætlum við að reyna að lýsa þessu fyrirbæri á stærðfræðilegu módeli sem Alfred Lotka setti fram. Maðurinn sem setti þetta vandamál í stærðfræðilegt form hét einmitt því nafni Alfred J. Lotka. Hér sjáum við góða mynd á honum. En hann var efnafræðingur og stærðfræðingur sem notaði helst jöfnur til þess að lýsa líffræðilegum ferlum. En Lotka reyndi síðan að lýsa samskiptum lífvera eins og rándýrum og bráðar með slíkum jöfnum. Hann setti hér upp líkan þar sem fjöldi bráðar og fjöldi rándýra eru tvær breytur og hvor breyta hefur áhrif á hina. Úr þessu var til kerfi diffrujafna sem sýnir hvernig fjöldi þeirra sveiflast til yfir vissan tíma. En á sama tíma vann ítalski hagfræðingurinn Vito Volterra, sem við sjáum hér á mynd, að svipuðu líkani og saman mynduðu þeir það sem við þekkjum nú í dag sem Lotka-Volterra líkanið, sem viðfangsefni dagsins. Við ætlum núna að skoða þessar jöfnur og hvernig þær virka. Nú skulum við setja þessar hugmyndir upp á stærðfræðilegan hátt. Fyrst erum við með rjúpurnar. Og við skulum gefa þeim breytuheitið x. Á hinn veginn erum við með fálkann. Og þeir fá breytuheitið y. Og það sem við vitum þessa hópa er að rjúpurnar fjölga sér og við vitum ekki hversu hratt, þannig að við einfaldlega gefum þeim breytu alfa. Og við vitum einnig að þær fjölga sér yfir tíma. Við getum sagt að breytingin sé yfir tíma og einnig fálkana. Það sama með fálkana. Þeir þurfa líka að fjölga sér, en þannig að við vitum ekki hversu hratt eða hvernig, við gefum þeim líka breytu og við skulum gefa þeim breytuna gamma. Munurinn á þessum jöfnum núna er að ef við látum rjúpurnar í friði, þá munu þær fjölga sér óendanlega. En fálkarnir, af því að þeir þurfa eitthvað til sem fjölga sér, þá mun stofninn þeirra hrapa. Þess vegna setjum við mínusmerki hérna fyrir fram. En til þess að þessi hópar geti haft áhrif á hvorn annan, þá þurfum við að vera með fasta sem að sýnir hversu oft þessir hópar hittast. Og sá fasti er breytilegur eftir því hversu stórir hóparnir eru. Þannig að því stærri sem hóparnir eru, því meiri líkur eru á þeir hittist. En mál með þennan fasta er að hann hefur neikvæð áhrif á rjúpurnar okkar og jákvæð áhrif á fálkana. Því að
því oftar sem að fálkarnir hitta rjúpurnar, því meira fá þeir að borða og því meira stækkar sá hópur. En því oftar sem að rjúpurnar hitta fálkana, því oftar verða þeir étnar og sá hópur minnkar. Þannig að en við getum ekki alveg skilið þetta svona. Við þurfum einnig að setja breytur við þessa fasta, því að ef við myndum ekki gera það þá væri þar alltaf að hittast alltaf og við viljum það ekki. Þannig að við gefum þessu breytuheiti beta og delta. Við getum séð á skemmtilegan hátt hvernig þessi jöfnur virka með þessu grafi hér sem að við erum búin að setja upp í MATLAB, og við erum allar breyturnar hérna á sleðum sem við getum dregið fram og tilbaka til þess að geta sýnt ykkur hvernig þetta lítur út. Og til dæmis, ef við byrjum á því að hreyfa upphafsgildi rándýranna, þá má sjá að það skiptir ekkert rosalega miklu máli, eða eiginlega engu máli, hversu mörg rándýr eru til að byrja með, að því að við dettum alltaf inn í þessar sveiflur. Skulum prófa næst að færa byrjunargildi bráðarinnar eða rjúpunar. Hér færist grafið aðeins og fjöldi rándýra lækkar mikið því færri sem þau byrjaði að vera. Svo næst getum við skoða breytuna alfa, sem er vöxtur bráðarinnar, eða hversu hratt það fjölga sér rjúpurnar. Og hér má sjá að ef við hægjum á fjölgunni þeirra, þá dregst grafið mikið út, af því að rjúpurnar það taka langan tíma að komast aftur í eitthvað almennilegt fylki til þess að fálkinn getur farið að borða þeir. Hér má svo sjá, þegar við hreyfum dánartíðni fálkanna, að því hraðar sem þeir deyja út, því örari verða sveiflurnar, og ef við færum þetta í hina áttina, þá teygist á, að því að það tekur svo langan tíma fyrir rjúpurnar að ná sér tilbaka eftir að fálkarnir lifa svona lengi. Svo að lokum, þegar við færum fastana beta og delta, sem eru fastanir fyrir framan X og Y fastan, sem að ræður hversu oft þessi dýr hittast. Við sjáum það að ef við hækkum það að rjúpurnar hittist minna við fálkana, þá stækkar stofninn þeirra mikið, og á hinn veginn, ef við hækkum það að fálkarnir hitti rjúpurnar, þá sjáum við það að stofninn hjá fálkunum verður stærri og erfiðara fyrir rjúpurnar að komast tilbaka. Þá ætlum við að skoða ákveðin sértilvik fyrir þessar deildajöfnur, og það þegar þær eru í jafnvægi. Það þegar þær eru hættar að vera háðar tíma, og þá eru stofnarnir ekki í neinum sveiflum lengur. Það breytist það. Þá getum við strax sagt að þær eru ekki lengur háðar tíma, og þá eru þær hvorum sé eftir núll. Við þurfum að finna núllstöðar þessari hérna, og það eru tvö tilvik þessum það á við. Annars vegar ekki mjög spennandi. Það þegar x jafnt 0. Þá sjáum við hæglega hvernig þær falla út. Hitt tilvikið þegar y jafnt 0. Þá fellur þetta allt út. Þá engin breyting á stofnunum nokkuð tíma.
sem manni finnst nú hálf rökrétt þegar fjöldi dýra af hvorum stofni er 0. Hitt tilfellið, þar sem að við fáum jafnvægi jöfnurnar, er aðeins áhugaverðara. Það er þegar x er jafnstórt gamma yfir delta og y er jafnstórt alfa yfir beta. Og það sem er svolítið áhugavert hér er að fyrir hvort skipti þá er rjúpan háð breytum fálkans og fálkinn er háður breytum rjúpunar. Og við getum svolítið skoða hvernig þetta lítur út á grafi. Svo sjáum við þetta hérna myndrænt á grafi. Þetta er nú hálf erfitt að sjá þessum að línurnar liggja hérna alveg upp við samhliða x-ásnum hérna upp á toppinn. En hugmyndin hérna eins og við sögðum áðan að þegar x er háð breytum y rándýra þá erum við í jafnvægi og eins þegar y er háð breytum bráðarinnar. Sjáum hérna hvernig þetta sækist allt í jafnvægi eftir því sem að þetta nálgast akkurat 0 punktinn. Og þá er jafnvægi og eins og við sögðum áðan upp á töflu þá verður engin breyting í stofninum á meðan að þetta á sér stað. Auðvitað eiga þessi módel ekkert sér stóra stað í raunheimum eins og hjá okkur. En til þess að þetta módel myndi ganga eins og það er lagt upp með að gera, þá þurfa alls konar skilyrði að vera til staðar. Til að byrja með þarf þetta alltaf gerist í einsleitu umhverfi. Það má ekki vera neitt í umhverfinu eða kerfinu sem aðstoðar annarri tegundinni betur en annarri. Það má ekkert vera neitt ójafnvægi, neitt svindl í gangi. Nei, og öll gildin sem við notum eru fastar og þurfa að vera það sama í gegnum allt kerfið svo þetta hreyfist svona eins og það gerir. Það má ekki vera að breyta föstum á milli tíða til dæmis. Dýrin mega ekki þróast eins og gerist nú öllu jafna að þau finna sér leiðir til þess að koma sér betur í gegnum sínar raunir. Það má ekki gerast, þau þurfa að vera með sama fari allar stundir alltaf. Já, og saman með fastana er að það má ekki taka neitt tíma fyrir neitt að gerast. Þannig að leið og til dæmis rjúpunarflokkarnir hittast, þá eru þeir rjúpunar étnar eða rjúpunar fjölga sér, það gerist allt strax. Og það þarf að vera nóg af fæðu. Það á þá einna helst við bráðina, að hennar má aldrei skorta fæðu í sínu umhverfi. Nei, og saman með fálkan er að hann borðar bara þessa bráð og ekkert annað. Eins og við sjáum þá gengir þetta náttúrulega ekki upp nema bara í tölvuleik, en það er eitthvað að draga alls konar ályktanir út frá þessu módeli. Og svona, það er allavega hægt að horfa eitthvað gerast. Þetta var svolítið gaman. Ótrúlega. Mjög áhugaverð deildin. Skemmtilegt. Takk fyrir okkur.